Ég mun eftir þessu Já, þá náttúrulega verð ég að segja líka hérna Fiat Multipla Er það ljóti? Lítur út af svo fílamaðurinn Já, ég kallaði þetta alltaf korki Já Góðan og gullfallegan dag Góðan og gullfallegan dag Ég og þú Já, Davíð og Birkir Yeah Together again The gruesome twosome Gruesome twosome, já Oi Svona sé eftir þessu Já, akkurat pínu Smá Hvernig hefur það? Heyrðu bara frábært Okay. En þú? Bara fín Ertu búin að jafna þig líkamannum eftir æfingarnar sem eru búin að vera að gera Já Það næri verið þetta geti jafn ég er svona verða þokkalegur þegar aftur bara allt í fokk sko. Við erum að taka helviti vel á því í ræktarinni sko. Það er bara geggja Það er geðvegt sko. Þetta er svona gott vont gott Já, svona eins og að fara í rassinn Já, já akkurat Svipurinn aður alveg Sagði ég eitthvað sem ég ætti ekki að segja Nei, veist það er líka góð Já Sorry Já, það er alveg margir sem fattar þessa samlíkingu Mínútin Akkurat Það er enga bremsur hérna Nei, alls ekki Ég var búin að lofa að ég ætla að vera eitthvað dónalegur og Já, geggja Þá ætla ég að gera það líka Ég reyni það Þetta er náttúrulega ekkert skriptið hérna neitt sem við gerum Nei, alls ekki Hvað hérna Þú sendir á mig vídeo daginn sem ég langa ræða við þig Já Fucking Bonnie Blue man Bonnie Blue, what the actual fuck Heru, Hún er náttúrulega ólétt Já Hver er pappin? Ég veit ekki Nei, þetta er náttúrulega fyrir þá sem vita Þetta er kona sem vildi slá heimsmet Þetta var að sofa hjá flestum á sólarring og náði yfir 1000 var það ekki Jú, 1057 Já, menn voru bara í röð fyrir utan Ógeðslegt Hjakkastofunni, þetta er viðbjóður Síðan vildi hún taka, hvað heitir þetta annað svona heimsmet atriði, að fá eins marga kallmenn að cream pie Já sem er ógeðslegt Viðbjóður Ég veit ekki hvort er ógeðslegra hún eða gaurarnir Ég veit það ekki sko Gaurarnir eru náttúrulega bara ég veit það ekki sko Veist, búin að cream pie hérna og gaurinn númer 100 bara you're so slippery Já, einmitt bara ógeðslegt Já, þú veist sko, hversu fucking desperate getur þú verið að því ekki eftir að gera þetta fyrir fræðina því að þeir eru allir með eitthvað yfir hausnum svo þekkið á enginn Já, nákvæmlega Þannig að þetta er bara desperate ég veit það ekki ég get ekki sett mig í þessu spór sko, það er ekki til peningar í heiminum sem myndi vera eitthvað bara þú alltaf átt að sofa hjá henni ég var bara glætan Já, akkurat Milljarður, nei takk Já, hvað þá að vera þú ert með 999 röðinni á 11 klukkutímum Já, nei takk, ég fer frekar í fangelsi Já bara þú veist hvað getur kerst í sturtin í fangelsi samt sko Já, það er vont gott Já, vont gott Oh my god Já, þú varst ekkert að grínast maður Jesus Christ Sorry Svipurinn náði bara Þeir sem hafa farið í fangils og lent í þessu endilega skrifið okkur og segið okkur söguna Var þetta vont eða gott? Eða bæði, já Allavega, hún er alltaf ólétt núna og hún ætlaði að halda baby shower og hún vildi hafa þetta svona a wholesome mjög wholesome breyta baby shower í golden baby shower Já. og allir hafa sex og eitthvað maður eitthvað bara barasta og hún var að tala sem sagt bara já þetta verður svona venilegt það er sem að prófa eitthvað barnamat eða smakka eitthvað barnamat og eitthvað svona og svo bara fara allra að pissa á mig what the fuck hún er svo ógeðsleg þetta er barn sem er að leiðin í heiminn já, nákvæmlega og bara, þú veist, já, þetta er mamma mín já, pappin ekki viðstættur Guðm og vita, skilur hvað hann er og hver hann er
Sko barnið veist, hérna vökun sem hérna barnið í Já, legvökunin Já, bara sæði Oh my god Ég veit ekki hvað ég á að segja við þessu sko. Oh my god Jesus Já, akkurat Christ Ég sagði ég ætlaði að vera ógeðslegur í dag Oh my god Já Þetta var annar level sko. Fuck Já, hérna þú getur ekki einu sinni svarað Ég veit ekki hvað ég á að segja við þessu sko. Þetta er svo margir Þetta er alveg mental image Kemur Fóstrið bara syndandi Já, Oh god ekki, don't paint the picture, man Þetta fer á strá sjálfsögðin í hausinn á mér Ég er bara að sjá þetta fyrir mér Ég get að ræða ekkert við það Oh my god Nei, síðan eru hérna í fréttum í dag náttúrulega eru óverður út allt París og Út af breskastráknum Nei, það er í Breitlandi sko. Já, það er svo sem alveg verið að rífast yfir út allt líka en já. Já, þetta er svona og löggan komst upp með þetta sjálfsögðu Þetta er að því að hann hvítur Já, það er bara þannig Já Sorry, það er bara Já alveg, ég var stungin Nei, held ekki að því að maðurinn gekk með 21 cm langt blað á sér út af trúalegum ástæðum að þá mátti hann ganga með það á sér og það verður svo skóli verið kærður fyrir að vísa nemanda úr skólanum fyrir að lappa með svona hníf á sér skólinn mátti ekki senda hann heim What the fuck Ég er búin að tala við til dæmis svona þetta er hérna a Sikh já. Og þetta er sem sagt framlenging á líkamannu þeirra já, ég veit það svona, hvað sem er their manhood já. En ég var að tala við einn svona Sikh hann er bara með lyklakipu já. Þú þarft ekki að vera með fucking sverð sko. Nei. Og þetta er já. Veist, þegar það er eitthvað svona bókstaflegt veist, þú þarft þess ekki Nei. Þetta er eins og ég var að tala líka við einn muslima og hérna ég var að spyrja hann út í haramkjöt eða eitthvað svoleiðis halal já, whatever já, sem að SS er hætt að slátra halal hætti já. Og ég veist, hvað gerur þegar þú veist ekki eða eitthvað í bið og get það borðað já, einmitt sem sagt hverju að pína kjöt eða veist hérna kjöt pína dýrið ef þið fucking byðjið og þetta er sama með sverðið og veist, bara koma já, það er alltaf eitthvað loophole sko veist, gerið þetta bara þetta er ekki flókið ég veit ekki I'm so mad right now tölum Bonnie Blue og sæðin já, akkurat, gerðu það frekar I'm so mad I'm raging Ertu að horfa á hvað núna undirfarið? Ég vil horfa á Rick and Morty með guttunum mínum Yes! Eru svo skemmtilegir Ertu að horfa á því fyrst skiptið eða? Nei, ég horfði á þetta fyrir svolítið síðan sko en byrjaðum bara upp á nýtt, ég og guttinn og hérna Elskar að bingja á, já, þeir eru æðislega Fuck Friends já. Og veist að sopna yfir Rick and Morty gegn já, nákvæmlega bara plottinni sem þáttum í gegn þetta eru teiknimyndir hei, horfið á þetta þetta er fucking fyndið þetta er ógeðslega fyndið og þetta er bara pælingarnar í þessu bara amazing já. Ég hlakka til að sjá 9. seríu þeir voru að semja upp í 12. seríu held ég ok, geðvegt svo þetta er líka hérna á hvað ertu búin að sjá allar 8? Nei, við horfðum á Pickle Rick þáttinn bara núna gær, eða fyrirdag já þannig að við erum á, hvað var það, önnur að þriðja seríu þeir breyttu sem talaði fyrir Rick og Morty hann var náttúrulega Reginn var saman gæðin sem talaði fyrir báða? Já ok, ég vissi það ekki og hann var Reginn fyrir einhverjum árum síðan já fyrir heimilisofbeldið eða eitthvað ok, ekkert mál lengur ekkert mál lengur come on maður sensitive akkurat, það er alltaf 2 hliðar skilur það er
hægri hendin og vinstri hendin Já, akkurat Tvær hliðar á þessu Já, sannlega Já, og þeir fengu einhvern, tvo leikara til að svona imitata já, og maður eiginlega bara tekur ekkert eftir nú, ok og bara mjög flott hjá þeim sko. Já, ok en veist, bara hönnunin á þessum þáttum er geggjuð sko. Nice Talandi hönnun Talandi hönnun Það er svo góður Þetta var fínt, já Það ekki, þetta var ágætt, segni já. ánægð með Jú, það má alveg kalla þetta hönnun Átt þú þína uppáhaldshönnun bara eitthvað svona sem þú veist, elskar bara, veist, eitthvað elskar Sko, ég veit það ekki sko, þetta var svolítið erfitt að finna eitthvað því að þú veist, það er hönnun og svo er list og þú veist, og stundum svona tvinnast þetta saman skilur mig, stundum er þetta bara svona praktísk hönnun og engin list á bak við það, stundum er þetta bæði þannig að, já, ég veit það ekki þú veist, sko, mér náttúrulega meður döðlangað í til dæmis Íms stólinn í mörg ár ég var með þetta að skrifa hérna Íms Lounge er bara draumurinn minn að geggjaður mér finnst þetta svo flott hönnun svona timeless ég er að bíða eftir að vera 45 fæn í afmælisgjöf glætan ég var að bíða eftir þess að þegar ég var fertur sko. þegar ég sagði við Þórunni þegar ég var 30 þú hefur 10 ár til að safnaði fyrir 1.000.000 fyrir stólinn hún eitthvað I'll do that Akkurat. og sem blikka hann ég leik mixed signals hérna sem var ég fertur og engin stóll ég fekk bara konfetti nú ok það var ekki alveg konfetti já, wow. ég fekk held ég einhverja 4 bombur svona surprise bombur yfir mig ok frá konunni sko nei, hún var búin að planta einni konfetti bombu í bílinn og sendi á fólkið í vinnunni minni bara, herri, náttúrulega veist, vitleysingurinn læsir aldrei bílnum og það er konfetti hérna en kom hann óvart og taka upp á vídeo sem ég var kallar hérna neður sem var bara skotin í nakkan bara blast ég ekki bara damn geggjum og síðan var það þegar ég var að gera með drikk heima þá kom Þórun skaut í mig og ég ekki alveg geggjað sko. og síðan lét hún Einarsnora bróður minn hérna taka mynd af okkur veist, mér og Einarkall og þá skaut hún á okkur meðan það var verið að taka vídeo og síðan hópmyndin í afmælinu það var hérna geggja og hver þreif þetta allt saman? Ég veit það ekki, ég er ekki kona wow wow joke ég er ekki þetta þarna segir þú joke ekki við neinu öðru sem þú er búin að segja hatni línan, ok ég elska konum já, við elskum konum ég veit ekki, ég er ekki kona við elskum þessa mellur oh my lord enga blessi nei, gerum við svona já, vel gert það er, veist, eins og með Ímsinn veist, það veist, þegar fólk er að segja bara, já, þetta er 1.000.000 kall og ég ekki bara, já, þetta er listaverk veist, flott hönnun finnst mér listaverk já, og þetta hreinulega, sko, fólk segir en það kostar svo mikið, já, en þetta er ekki eins og IKEA-húskar sem verður bara verðlaust eftir hálft ár, sko já, ég veit það, ógæslegt ef þú hugsa vel þetta, þá helst þetta bara í verði síðan er líka það fer líka eftir hver er að búa þetta til já veistu, þú getur verið með hönnun og síðan er þetta gert í Vietnam eða eitthvað og veist, bara svona fjölda framleitt mér finnst það ekki alveg það sama nei, ég er einmitt saman af því, sko, það getur lúkkað bóða vel en er svo úr bara eitthvað ódýru fake leðri og stóll er ekki bara endilega stóll það eru tveir eins og annar er helmingi dýrari það er bara viðurinn, allt saman er miklu dýra akkurat og náttúrulega miklu meiri tími handmade heldur en bara einhver í Vietnam sem er bara á mánaðarlaun sem eru 100 krónur sko. já, nákvæmlega, það er svona þetta, þú veist, eins og bara fullt af svona fatnaði og svoleiðis, þú veist, bara svona eins og Air Jordans sem að þú kaupir á þú veist, ég veit ekki, $1,000 parið eða eitthvað
og svo getur þú fengið nákvæm eftirlíkingu bara mikið lélara efni á $100. Ég er sammála en samt ósammála til dæmis eins og það eru til náttúrulega want fake já. og síðan er það high quality já, akkurat og veist, þegar til dæmis eins og Jordans veist, tökum Travis Scott sem eru upp í $2,000 stikkin hver Travis Scott þetta? Það er söngvari, hann er að collaba með Air Jordan. Nú það? Veistu þetta ekki? Ekki hugmynd. Þá er Nike-merkið The Swoop öfugt og skonum og kostar hann $2,000. Bara that's it? Já. Oh my god. Gekki hönnun maður. Ef ég segi þetta, ég er bara eitthvað wow, nice Temu-skór, logoð er öfugt. Já, en ef ég væri í þessu þá verður það bara fuck. Já, ég myndi hugsa að þetta væri fake sko, alveg strax. En til dæmis eins og ég ætlaði að kaupa skó fyrir strákum minn og fór í Sports Direct. Já. Og sá Puma sko, herru, geggjaði hvítir við erum að fara til útlanda, verðum að vera hvítu. It's the law. It's the law. Þannig að hann fór í skóna og var bara, djöðlega er þetta eitthvað skrítið skór. Og ég tek þá upp og get kramið á. Já. Sólan og allt saman. Sólin og allt saman bara, veist, ég get basically kramið skóin. Ok. Og ég tek náttúrulega fóðringuna úr. Innleggið. Já. Þetta eru feikustu skór sem ég hef ævinu séð. Ég var bara, Ásamt Puma verði eða? Kostaði $9,000. Já. Ég bara, herri, fóru nokkra skóm í Sports Direct hérna á Íslandi. Bara, meira hluti bara fake. Allt bara made in China, Taiwan eða eitthvað. Já. Jesus. Bara Temu-verð, sko. Já. Þetta er mest Temu skór sem ég bara séð. Wow. Á $9,000. Lame, sko. Já. En eins og með skóna ég skil þetta hæp á svona rare skó en ég skil ekki til dæmis eins og hönnunin Gucci. Já. Þau ert með svona bara hvíta skó og síðan ertu bara með Gucci. Já. 100 skell. Akkurat, bara þegar stendur Gucci að þeim. Maður eitthvað bara það er fáralega ljótt. Bara sorry. Já. Mér finnst Gucci skór ekki flottir. Nei. Og þeir eru ekki flottir út af því að það sendur Gucci. Já, alls ekki. Bara, sorry. Nei. Bara eat shit and die, sko. Já. Það er náttúrulega rosalega margt svoleiðis. Það er bara, þú veist, þú getur keypt bara ból sem kostar 200 krónur en að þegar stendur Armani stóran stöðum yfir brjóstkassan og þá er allt í þú veist, 20 skall. Já. Bara, af hverju? Þetta er bara bómull. Já. En líka þetta er ekki einu svona hönnun. Nei. Veist, ef þú tökum Supreme veist, það er bara með dýruramerkjum og þú ert með hvítan fucking ból og stendur Supreme yfir og það er bara geggjuð hönnun og það kostar 100 skall. Fucking hönnun? Nei. Þetta pirrar mig geðveikt. Þetta er bara fyrirtækja logo á hvítan bómullaból. Þetta er ekkert annað. Nei, en til dæmis eins og með ef við heldum okkur við fötin flott sko tailored föt sem eru kannski Boss eða eitthvað svoleiðis. Jakkaföt. Já. Það finnst mér alveg þess verði. Já. Ég er alveg á því líka sko. Armani og Boss og eitthvað svoleiðis jakkaföt. Já. Þú veist, Hugo Boss náttúrulega, það er náttúrulega eina mínum uppáhalds hönnunum, það voru SS-búningarnir. Þeir eru Það var Hugo Boss. Ég veit það. Sem hannaði nasista SS-búningana. Ég veit það. Sem er bara staðurinn sem mér finnst alltaf jafn mindblowing sem að, þú veist, og þeir voru bara sorry með mig, þú veist, hugsuninni ekki, ég er ekkert sammálendilega öllu sem þeir gerði en þú veist, búningarnir voru geðveikir. Þeir eru ógeðslega flottir. Bara sick. Já. Og mér finnst það líka svo fyndið þegar fólk er eitthvað bara ekki kaupa Tesla út eða Elon Musk er fasisti. Bara þú ert í fucking Hugo Boss peysu sko. Einmitt. Og keyrir á Volkswagen. Já, akkurat. Nákvæmlega sko. Þetta er ömurlegur. Já. Fólk er náttúrulega fáralegt sko. Fólk er bara svo fljótt að gleyma maður velur sér málstaði og eitthvað og helvítis.
Ég með eftir með hérna lista yfir sko vondarhannanir. Já, ég með nokkar svoleiðis líka. Ég sagði með hversu stúpid fólk getur verið. Það var svona stór, svona risastór svona boulder, þú veist, svona tonn eða eitthvað, svona risasteinn sem var búið að grafa í sem sagt 11. september 2001 eitthvað svona, þetta var í Bandaríkjunum. Já, hvað gerist þá? Everyone was on vacation. Nothing happened. Já, nothing happened. Það var náttúrulega 9/11, já. Og settu steinin inn í svona hundagerði. Þannig að hundarnir er alltaf að míga utan í steinin sem stendur sem er svona memorial fyrir 9/11. Ég sá mynd af svona svörtum gold eða svona labrador eða eitthvað mígandi utan í steinin sem búið að grafa í 11. september 2001. Góð staðsetning, þú veist. Við skulum minnast með því að láta hundana míga. Nákvæmlega, hvað heldur að gerist þegar þú setur þetta utan inn í svona eitthvað hundagerð eitthvað? Hönnurinn kannski ekki slæm per se en staðsetningin alveg vonlaus. Já. En til dæmis svo, mér finnst þið Louis Vuitton. Ég er svona báðum áttum með það. Sama með Boss og Armani, þú veist, það er alveg sumt sem getur verið flott sko, en sumt er bara svona, af hverju, þú veist, náttúrulega æla LVF logoinu yfir allt sem þeir gera. Öll svona veski og töskur og eitthvað svoleiðis. Það er bara of mikið. Já, en ef þú tekur old money, fólki sem er með old money, eða þá billionaires, þú sérð ekki merki á fötunum þeirra. Akkurat. Það er bara, þú þarft ekki að auglýsa átt pening, because you owe money. Akkurat. Nei. Ekki owe money, you own money. Já, akkurat. You owe money. Já, you owe taxes probably. Já, mjög mikið. En ekki, já. Hvaða, veist þið, svo ef við förum í bíla. Já. Hvað er besta hönnun á bíl? Sko Mustang gömlu Mustang. Já. Finnst mér ógeðslega flottir. Sjúklega flottir. Hvað var aftur Eleanor sem var í 60 Seconds? Það var 67 módel Mustang, var það ekki? Það ekki? Eitthvað svo leiðis. Það var alveg Mustang. Geggjaður. Ógeðslega töff. Ég verð samt að segja Corvette Stingray. Corvette? Stingray Corvettan. Já, hún er reyndar ógeðslega flott. Það var valið einhvern tímann og ég held að sé ennþá með þennan titil sem sexiest car ever, sko. Það er bara með sílsapústinn, þessar línur, bara, þú veist, það er enginn á þessu, sko. Mér finnst reyndar Lamborghini, mér finnst hann ógeðslega flottur. Þeir eru sjúkri, sko, og Diabloinn, hvíti, sem hann var í Wolf of Wall Street, með hurðarnar upp, skilur. Já, ógeðslega töff. Það var einhver sem keifti proppið. Já, það. Veist, þegar hann klessir á staurinn. Já. Og bílinn er ónýtur. Já. Það er einhver sem keifti hann á $2 million. Jesus Christ. Here is my ruined car. Já, akkurat. Af mynd sem er mid. Akkurat, nákvæmlega. En það var Hollywood-stjarnar sem satt í honum í smástund. Já. En já, þú veist, svo eru bara svo margir, þú veist, það frétti í hvað varst að leita. Þú veist, DeLoreanin var ógeðslega cool. En hann kom alltaf upp á listanum. Já. Yfir verstu hönnun. Já, hann bara varð svo mikið íkon. Þráttur í vonda hönnun, skilur við, en þá samt það er enginn eins og hann. Og hann er bara svona, þú þekkir hann hvar sem er. Ég meina, 6 ára gamalt barn veit hvað bíll þetta er, sko. En er það út af kvikmyndinni? Að sjálfsögðu. En hefði hann verið íkon? Ekki svona mikið. Nei, þannig er það samanlega. Já, fullt af fólki að vita hvað bíll þetta er, af því að hann var svo út fyrir kassan, en myndin náttúrulega gerði hann að því íkona sem hann er í dag, sko. Já, en hann fyndi að hann kom upp í öllum listum hjá mér. Já, þú veist, þá er ég bara að tala um lúkið. Hann er örugglega ekki besti bíll í akstri. Nei, og þú veist, hann bilar og alls konar. En svona lúkið á honum og vera með þetta stainless steel body og eitthvað svona sem enginn annar var að gera og það var, þú veist, ekki sprautaður og eitthvað. Nei. Það er lakkaður, þannig að þú veist, ég veit ekki, mér finnst hann alveg ógeðslega cool. Já, ég veit það. Og svo líka verði ég bara að segja, þú veist, eins og Teslan. Já. Þú veist, þeir svolítið brutu blað. Þú veist, þeir svona, af hverju þarf þetta að vera svona? Og af hverju þarf þetta að vera svona? Þú veist, með hitt og þetta í bílum sem að allir bílar eru að gera eins, þá getur Tesla koma og af hverju þurfum við að gera það svona? Já.
þú veist, eins og bara með handfengin svo opna bílinn sko, núna eru komnar til dæmis inn í bílana svona skynjari til að skynja hvort það vortu með opinu augun eða eitthvað slags sem reyndar mjög óþægilegt fyrir eitt Japana sem var að kvart yfir þessu því að bílinn var alltaf að stoppa held að hann var sofandi racist fuck já, skynjarinn sko ekki ég nei, ég veit að ég er að segja það hann bara vaknaðu amma nata slípa en þeir sitja alla þessa skynjara inn í alla þessa bíla en neita að hafa skynjara inn í bílnum og hita skynjara líka út af því að segjum ef þú gleymir hundinniðnum eða barninniðinu og skynjarinn skynjar hreyfingunni og hitast þig að lækka ekki rúður eða setja blástur eða eitthvað svoleiðis nei nennum því ekki sko, það myndi bjarga mörgum dýrum og börnum í heiminum klárlega með tímanum já, það skrítið því að þú getur náttúrulega sérstaklega í Tesla sett á svona path mode það sem sést á skjánum skilur við bara ekki brota rúðuna veist, það er 13 stegi hitt inn í bílnum og eitthvað hvað með börnin? já það er svona accidentally já, akkurat, fullt af fólki sem gleymir börnunum sínum í bílnum bara. já, aðalega í Bandaríkjunum já, veriðistu vera svolítið en Ferrari sko, F40 Ferrariinn klikkaður, það er ekkert ástæðulausu sem að hann var á plaggutum á öllum strákaveggjum bara í mörg ár inn í herbyggi hjá strákum sko ég er með Pamilu, ég er með Ferrari já, ég var enda með Ferrari og Jenny Jameson sko bæði ég skildi þetta ekki hæp með Jenny Jameson sko hún var heit á sinni tíma sko ég held að ég hef aldrei séð myndband með henni já, það ekki ef ég pæli því skulum horfa á eitt og það saman og eitt sveitt stemning sko, Birgir, sjá þetta hérna er hún í The Prime akkurat hérna er vídeo sem 99 eitthvað. þú stuppbuksun tjöldlega er orðn og þröngar hérna nákvæmlega til dæmis eins og hvað finnst með hönnun á símum? sko, þeir voru mikið meira lagt í hönnun á símum hérna áður fyrr fyrsti iPhone-in ég skal alveg viðurkenna það það var breakthrough flott hönnun akkurat geggja og síðan er þið bara okkur erum við að breyta millimetr í hvert skipti auka myndavél og eitthvað og, þú veist, þó ég sé mikill Apple hater að þá, þú veist, hönnunin á MacBook, Apple 12-unum sem komum fyrst þess að glæru hérna með bökunum þú veist, ógeðslega flott hönnun það var lagt fullt af vinnu í hönnun það fannst mér flott með litin og gæst valið ógeðslega flott nákvæmlega, þannig að þú veist þeir gerðu fullt út úr því að vera með fallega og flotta hönnun en það hefur ekki verið på síðan 20 ár þetta er allt eins þetta er orðið svona það er millimetra, alltaf þynnra og þynnra þú veist en það finnst mér ekki hönnun það er ekki hönnun það er bara að breyta til þess að geta selt hann á, þú veist, $1,000 skilur þó sést með hálsáskamlan síma og það verður að augnast nýjan bara fuck off sko Samsung er ekki með neitt svona sko. víst? Nei Samsung er oft með eitthvað fylgir einhverjum öðrum það er ekki hönnun right wow. Samsung er mikið meira Samsung kom með hérna fold og flip og eitthvað svona ok þú veist, þeir eru allavega að reyna eitthvað nýtt ég bakka heyrir og don't skilur en þessi fold sími og flip sími og eitthvað svoleiðis, þeir eru allavega að reyna eitthvað nýtt true ég bakka verðstu bara þarna, út í horni ég viðurkenna að ég hafði rátt fyrir mér ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér það er ekki séð sko. kemur fyrir veist þið svo ef við tölum til dæmis hérna með hönnun á húsum hvað er umuleg hönnun á arkitekturum í dag hérna á Íslandi þetta eru bara blocks grátt blocks bara svona klubbar einbýlishús í dag þá, einbýlishús það er ekki einu sinni búið til einbýlishús nei, það er náttúrulega sára sjaldan síðan 20 ár þessar fucking blokkir út allt og það er bara
já, herri, ég ætla að vera arkitekt kassi, já. hafa hann gráan Já. búm Það verðist vera þannig sko og og ekkert pælt í þú veist, útlitinu þú veist, ég þól ekki einmitt þegar að vera að sína bara, já, hérna er nýtt hús og sín mynd af húsinu eða svona að utan og það er allt umhverfið tekið í byrtu á myndinni þannig að það lítur ókslega vel út á arkitektateikningunni að þetta er bara svona eitt hús stendur og svo bara grænt gróður og tré og eitthvað svoleiðis en svo þurftu komið inn í hverfið þá alveg, já, býtu, það er engin grænt gróður það er bara bílastæði og önnur blokk 4 metra frá og eitthvað svona þannig að bara sem veist another shade of grey já, akkurat, þannig að þetta bara allt í ykkur kaosi og þú veist, já ég er alveg samlega því sko það er sára lítið sem ég finnst að vera flott sem hefur verið hann í dag já, veist þið svo, ef við tökum bara Sydney óperuhúsið, það er iconic mér finnst það flott honum það er bara, mér finnst það geðvegt en, veist, og Eiffel-turnin hann náttúrulega átti aldrei að standa svona lengi nei, hann átti að rífa niður já, þetta hafa byggður fyrir World Fair eitthvað tíman já, og taka hann strax niður já. sem voru þeir eitthvað bara, já, herru já, náttúrulega, þú veist, ok, ef við höfum fyrir þessu og þetta er svona kennimerki en það er þú veist, og San Francisco brúin já, þú veist, risastóra rauða hengibrúin hann sem var ógeðslega flott já, þannig að, þú veist, það er alveg fullt hvað finnst þér til dæmis Hörpuna? Ég var mjög mikil heitir á hana fyrst já, mér finnst hún að utan veist, þetta er kubbur sem er aðeins að ská og, veist, mér finnst það ekkit en leiðu fyrir inn þar er byrtan og þar er ég alveg, ok, þetta er flott hérna en að utan þá er þetta svona já, ég er sammálaði svona a block ekkit rosalega sérstaklega utan en að innan er mjög flott ég er sammálaði því sko það er svona já, ég var mjög mikil heitur á þetta fyrst maður er eitthvað bara, hvað er að gera maður já en, jú, veist núna er þetta svona, já, þetta er alltaf læg þetta er ekkit, veist ef ég var í útlendingur og kom í bæinn, bara sérðu Hörpuna já. maður var alveg, já veist, þetta er eins og fangelsið hérna í Bandaríkjunum eða eitthvað já, er reynda svo með að við allt annað í kringkannan í miðbæði, þá svona, ok, þetta er svolítið flott með að við allt hitt Seðlabankinn hann að móti skilur sem er svona, þú veist, grár kassi emitt, ógeðslega leðileg bygging eitthvað en vissulega það er engin opnanlegur gluggi á Seðlabankahúsinu á Seðlabankahúsið, það er engin opnanlegur gluggi á öllu húsinu okkur að þetta er Seðlabankinn þú vilt ekki bara eitthvað fara heim og gleyma að loka glugganum þú veist á 10. hæð eða eitthvað það er ekki 10 hæðir þarna, það er kannski 5 hæðir eða já, eða eitthvað en já, það er engin opnanlegur gluggi það er fín loftrastingandinni en það er engin opnanlegur gluggi í húsinu ég væri alveg bara frísloft já, það er ekki búið það er ekki búið bara ertu með flottan lista? Sko þetta er eins og segja, þetta er svolítið erfitt af því að það oft er svo mikið betra að hafa myndir þannig að það er svolítið erfitt að tala hönnun í svona en ég sá sem sagt svona sápu og sjampóbrúsa á okkur hóteli þar sem það stóð svona skrifað fyrir ofan sham með svona venjulegum stöðum og svo með stórum stöðum pú fyrir neðan þannig að svona fljótt á liði sástu bara flösku sem stóð á pú með svona pumpu bara hvað er þetta að gera svona hannanir þegar það er verður svo með svona, hvað heitir þetta þegar þú ert að gera logo já hvað heitir þetta maður veit ekki þannig ekki arkitektur þannig hönnun að búa til logo já bara... það er eitthvað fucking nafn í það graphic designer já, thank you okay. ég var bara grafískur hönnuður wow. Og það eru mikið af þannum hönnunum sem eru með sem hafa farið í gegn og maður er ekki akkurat þetta er ekki hversu margar hendur fór þetta í gegnum sem sagði já og enginn spottaði eitthvað það er frægt eitthvað japanskt merki það sem er með svona sólin og það á að vera hús í sólinni og þetta er eins og titlingur að fara upp í raskat já, ég sé þetta mitt og það fór bara út ef ég væri inn í veist, ég er náttúrulega maður með svona dónakall svona í hausnum maður, ef ég hefði verið aðna inni ég hefði verið alveg
okkur þið með svona dónar? Já, það er nefnilega, maður hugsar oft ég bara svona twisted? Já. Að þú veist, það var heilt marketing team sem stóð að ykkur og sá þetta ekki og leiðu ég sé að það bara that's anal sex. Nákvæmlega. Þú veist, það þarf bara einn pervertin í hvert einasta marketing team í heiminum sko. Sem að getur séð svona og bara sko þú veist. Það er einhver búð í Ármálunum sem selur, veist, barnaföt eða eitthvað slags. Já. Logoð er alls og pjalla sko. Bara alveg eins og pjalla. Allan ég sé það. Það er eitthvað svona eitthvað svona, í miðinni. Ég leik that's a Volva. Já, það minnir mig á hérna Smáraskóli í Kópavogi. Logoið þeirra er eins og sé verið að kveikja í barni. Nei. Jú. Býtu. Smáraskóla. Það er reyndar ógeðslega viti. Sjáðu. Sjáðu, það er svo barn að hlaupa og það er svona eldur í fætunum að því. Nei, hann kveikti sjálfum sér. Já, eða eitthvað, hann heldur eitthvað á kyndli og er búin að kveikja í sér. Sérðu það? Já. Þetta á að vera gras, en þetta er eina sem ég sé. Já, utan á skólanum er þetta bara svona málmlitur, það er engin grænlitur, þetta er bara allt einleitt grátt og það er eins og sé kveiknað í barni sem er að hlaupa í burtu. Ég mæli mig krakkar að hérna skoða þetta Smáraskóla logo, þetta er já, þetta hefði ég sagt stopp. Já. Þú veist, bara af hverju þarf þessi eldur að vera í fætunum á vatninu? Okkur er hann að kveiki í sér. Af hverju, nákvæmlega. Er losnað við tíman. Já, okkur gátt ekki haft, þú veist, fjóralefa Smára eða eitthvað, þetta er Smáraskóli, þú veist, whatever, eitthvað annað en þetta, sko, þetta lítur út þessu eldur. Bara nákvæmlega, fjögra blaða Smári. Já. Já. Why? Akkurat. Ég sko, listanum hjá mér er hérna Cybertruck. Já. Já. Veist, fyrir vonda hönnun. Já. Veist, og það, fyrir mér finnst mér hann vera öfugur. Veist, það er hann snú aftur á bak. Já. Já. Einhvern veginn. Já. Mér finnst hann ég veit það ekki. Já. Hann alltaf fyrir utan það að þú líður yfir þig og kveiknar í honum. Kemst ekki endra bjarga þér. Nei. Hann er skothaldur. Já. Og sem hann er ekki einu sinni. Nei, veist það dó náttúrulega maður þarna daginn hann. Akkurat. Já, er hann ekki líka ólöglegur því að hvernig frammendin er, ef þú keyrir á gangandi vegfarendur og eitthvað þá bara, þú veist, tekur manneskinu sundur. Jú. Þú veist. Þetta er bara svona blakk. Já. Síðan líka það að þú sérð ekki út þarna glugganum. Nei. Og afturrúðuna. Já. Og ef, veist, það er snjór og allir skynjar eru fullir af snjó. Já. You're fucked. Akkurat. Heldur hann kemur hingað það? Ég efast það, sko. Nei, það er bara þó að það sé eitthvað sem langar í svona bílina heima að bílinn er bara eggjaður. En það finnst mér líka skrítið. Já. Þegar allir hérna á vinstri voru bara fáu ykkur rafmagnsbíla, ok, við fengum okkur rafmagnsbíla. Nazisti! Já, bara, wow. Bara can't win with you, man. Nákvæmlega. Þú bæðst með að gera það. Já. Ef ég á F350 dieseltrukk eða eitthvað, eða rafmagnsbíl, ég er alltaf vondikallinn. Já. Sérstaklega það er Tesla náttúrulega, en já. Idiots. Can't win, sko. Já. Já, ég sá hérna líka þetta var eitthvað síróps merki eitthvað. Já. Og það logo eða þess að upprópunarmerki og H upprópunarmerki og svo stendur fyrir neðan boy syrup. Oi. Þú veist, ef þetta hefði verið oh boy upprópunarmerki, síróp, hefði þetta verið allt annað, en það var upprópunarmerki boy syrup. Oi. Af hverju var upprópunarmerkið á eftir en ekki boy? Are you drinking boy syrup? Já. I would like some boy syrup on my pancakes. Oi, upprópunarmerki. Oh my god, sko. Já, svo hérna öll leikfeng þar sem að þú ert að setja raflur upp í rassin og fígúrinni. Mér finnst það eitthvað ramtið það.
Já, ég sá eitthvað svona My Little Pony eitthvað svona hest og þú setur svona þrjúa rafluðu inn í rassin á fígúrinni, bara gastu ekki sett rafluðun eitthvað annar staðar. Eða þá heliumbladra með Spiderman. Ég var einmitt með það, já. Sem kemur sko lítið tippi niður. Akkurat, sem þú setur gasið í og bindur spottan í, þannig að það svo sé svona tippi. Okkur ekki bara, í hafa lappirna bara saman og hafa þetta þannig. Já, eða það loftið í hausin á honum eða eitthvað strannarstarinn í klofið á honum. Já, og sérstaklega þegar tippið kemur niður. Akkurat. Ég bara, þegar verið að selja þetta í Hagkaup eða eitthvað, á 17. júní, ég alltaf að leið. Akkurat. Nákvæmlega. Þú pikkið dóttir mín alveg. Já, nákvæmlega. Fyndið. I'm adult. Akkurat. Þú ert fullorðinn maðurinn. Já, ég er fullorðinn. Ég veit ekki við konunum mína. Já. Það er ekki sér, sko. Hún myndi vera eitthvað lady burner down. Já, akkurat. Svo þetta er hérna logo sem að kannski var ekkert að í langan tíma, en eldist kannski svolítið illa. Það var gamla Eimskipslogoið. SS? Nei, Eimskipslogoið. Já, Hagakrossin. Svastikan eða Hagakrossin. Shit. Okkur tókuð þennan niður? Útastallið. Nei, hérna, sko, ég finnst alveg náttúrulega var þetta tekið úr Ásatrú eða eitthvað. Já. Það var að vera Þór Samarinn á flugi eða eitthvað ég man rétt. Þetta er náttúrulega, Hagakrossin er alveg ógeðslega gamalt. Já, bæði indverskri trú minni mig og eitthvað svoleiðis og svo eitthvað í Ásatrú líka. Þetta er spegilmyndin af nasista Hagakrossinum sem Eimskip var með. Já. Þannig að sneri eins og þetta akkurat döfugt. Og hérna, það finna var að Eimskip var einu sinni með hús við bryggjuna, rétt hjá það sem kólaportið er og þar í dag. Já. Og hérna, svo þegar það var að koma ferðamenn hérna, þetta var eitt af því fyrsta sem þið sáu, það var risastór blár Hagakross á húsinu við bryggjuna þegar fólk sigldi upp að landinu. Með SS-pulsuvagn með SS-pulsuvagn og Hagakross á húsinu. Oh god, everybody was on vacation. Já, nákvæmlega. Já, þetta er logo sem var ekkert að þangað til að það var allt að því. Nákvæmlega, sko. Þannig að þeir droppuðu þessu logo. Já, þetta er, veist þið, svo hérna veist þið, hérna Nintendo Virtual Boy, það var alveg bara hræðilegt. Já. Veist, voru allir, hérna, kannski undan sínum tíma. Já. Voru allir svo flökurt. Já, voru bara sjóveikir eða. Já, út af því að þetta er náttúrulega ekki alveg eins og virtual reality. Þetta er svona meira svona, veist. Já, einmitt. Það var alveg hræðilegt, seldist mjög illa. Sama með, veist þið, svo Google Glasses. Já. Þú ert ekki með gleru, heldur bara umgjörð og veist, þú varst ekki með gleru. Var ekki gler í þessu? Nei, okay. Það var bara umgjörðin og sem kom lítill, veist, skjár eitthvað. Já. Hafði það allavega gleru? Já, nákvæmlega, hittir eitthvað svo óalega mikið svona future sci-fi frá 1980 eitthvað. Nákvæmlega, það líka bara ógeðslega ljót hönnun. Já. Bara, já, við ætlum að vera með hálf gleru á þér. Já. Bara okkur felið þetta ekki bara á hafið, nákvæmlega. Bara venlegt gler. Já. En, já, akkurat. Já. Það sé að það er með hérna náttúrulega Segwayið. Já. Veist, og Ford Edsel, mannst eftir honum. Edsel? Já. Nei. Æ, ég ætla, veist, ég er með hann en ég man ekki hvernig hann leit út. Nei, ok, örgulega lélegt. Jóli. Ég mun eftir þessu. Já, þá náttúrulega verði að segja líka hérna Fiat Multipla. Er það ljóti? Lítur út af svo fílamaðurinn. Já, ég kallaði þetta alltaf Korki. Já. Já. Korki af hérna bílunum. Akkurat, já, það var pínuð þannig. Fólk sem er á sama aldri og við munum fatta þetta. Já, akkurat, þið munið þetta Korki. Hann vann bara litningalottóið. Hann var hvítur? Nei, hann var með fleiri litninga en við. Já. Var hann hvítur?
Stupid shit. Jesus. Fuck. Klippum þetta út. Já, nei, ég nenni því ekki bara. En já, nei, Fiat Multipla er örugglega ljótasti bíll sem að hefur verið. Hann er ógeðslegur. Bara hver, þú veist, það var eitthvað sem teiknaðan, módelaðan, þú veist, aftur, fór í gegnum 100.000 manns til þess að komast á markað og göturnar. Og fólk actually keypti þetta, sko. Ekki margir, en það var samt einhverjir. Hefurðu séð bílinn, Volvo bílinn, sem var hannaður af konum? Býtu. Veistu hvað ég er að tala um? Rámar eitthvað í þetta, hvað var það eftir? Þá, sko, þetta var fyrir konur, hannað af konum. Og þeir náttúrulega hannaðu þetta, það vissi ekki hvernig að komast í hluti. Já. Þetta bara bjuggu til einn og það bara það var ekki hægt að gera við fucking húddið, það var ekki hægt að opna húddið. Já, alveg rétt. Og veist, settu rúðupiss lok utan á út af því að þær vissi ekki hvernig þurfi ekki að opna, sko. Já, einmitt. Svona. Skulum hann þetta bara we do not know nothing. Út af, sko, ég er ekki bílakall. Nei. Og þetta er eins og ég láta mig hanna bíl. Já. Ég væri bara no clue. Já, akkurat. Bara, þú veist samt hvar vaskassin er og eitthvað svona skilur. Þú veist eitthvað aðeins. Aðeins, já, reyndar. Já. True. Talandi með mitt, ég var einmitt með líka að þau eru að tala um konur og bíla. Það er ógeðslega gaman að sjá, að skoða women parking spots. Því það er í fullt af löndum sér bílastæði fyrir konur. Sem eru aðeins stærri heldur en venjulega bílastæði. Ég er ekki að grínast. Þið getið bara look it up. Þetta er í Asíu, þetta er með þessi í Þýskalandi held ég. Why is this? Og aðeins stærri, þannig að það rekist ekki utan í aðra bíla. Og það er með þér sko bleikar línur og stundum með svona háhælaðir skór mertir í staðan fyrir eins og fallaramerki skilur í miðju, það var svona háhælaðir skór og stundum svona konu svona eins og á kvennarklósett þannig merki og eitthvað allt með bleikum línum og eitthvað svona. Það er alveg skemmtilega hönnun að skoða, en þetta er út allan heim, svona special women parking. Special women parking? Já. Þetta er alveg til. Já, veist, ég fíla þegar það er fyrir fjölskyldur. Já. Það er svona ekstra stórt út af því að fucking börnin skell alltaf í... Já, og þú ert með barnavagn eða svona körfu með unga barni í og þú þarft bara meira pláss, þannig að mjög stafra flott. Ekkert að því. Nei. Special women parking. Já, en þetta er alveg út allt. Get ekki bakkað. Já, akkurat, til dæmis. It's funny because it's true. Ég er ekki að segja allar. Nei, já, algjörlega. Digging my own grave. Akkurat. Ég er búið með lista minn maður. Já, ég er með eitthvað svona asnalegir vaskar á klósettum, sérstaklega veit ég hvað húsum og svona. Já. Þú veist, ógeðslega grunnir vaskar eða þú veist, það er engin skál þannig að það lekur bara vatn út allt. Þú veist, alltaf að vera að þurrka af þessu og þrífa þetta. Gekkja, hafa eitthvað nóg að gera fyrir staffið. Fyrir ræstinguna, já, nákvæmlega. Svo flotthönnun þá bara allt Lego. Já, Lego er reynda flotthönnun. Brilliant, allt sem þeir hafa verið að gera. Og sorry syngja í mig svona EpiPen. Já. Hversu fáránlega góð hugmynd það er. Nákvæmlega. Það er svona penni, þess bara svona ofnæmispenni eða sykursýki eða eitthvað svoleiðis. Þú þarft enga þjálfun, þú þarft bara stingi lærið, búið. Nei, sko, eina þjálfun er út af því þið eru með 2 lok. Já. Og það er blátt og appelsingult. Já. Blue to the sky. Veist, hann er alltaf þannig að hvað snýr upp hann stingir ekki sjálfa því í puttan mega sens, en já, það er svo ógeðslega einfalt en er samt bara life saving dæmi svona Leatherman svona multi-tool með töng, skrúfjárni, hníf, skærum. Þeir náttúrulega fengu það frá Swiss Army Knife, já, vissulega, en það var samt bara Þú ert með corkscrew. Já, og tannstöngul. Bara gleymdu að ég er að fara að nota það. Já, það var rauðvínsglas á vínvellinum. Ég ætla að vera með tannstöngulum. Maður er með eitthvað fucking hníf upp í sér. Já. Bara gleymdu því. Nákvæmlega. Já, þú veist, svo er alveg fyllt. Live, laugh, love. Ef þú ert með svoleiðis upp á veggja þá ætla ég að kveiki í því.
mændi ég bara sippa á bensín og kveiki húsinu Livle maður sjá, senda Þórunni takk þetta niður nei, ég þannig er sammála live, laugh, love var eitthvað bara ég fólest ekki þetta er ekki, þú ert ekki með sorry, bara ef þú ert með þetta uppi þetta er ekki flott nei, þetta er já, get rid of it sko. get rid of it herri, við erum búin að tala um hönnun já, geðvegt, þetta tókst þetta var gaman, já ég fíla, þegar fólk alveg bara já, hérna, ég veit ekkert um hönnun allir vita eitthvað ég glemdi að tala um úr mér þess að já, þú ert með Rolexið já, Omega, Breitling konar, ég elska svoleiðis algjörlega, ég líka ég bara, einn daginn ætla ég að kaupa Rolex já það er bara fyrir mig ég var til í það fyrir mig líka meina ég ég skal kaupa fyrir já, takk fyrir, mútendilega skal fá eitt blátt Rolex thank you, Submarine takk fyrir daginn takk í dag, bye